Við hjartanlega velkomin í ævintýrahattinn. Í þessum þætti ætla ég að segja ykkur ævintýrið 9 fötin keisarans. Það var einu sinni í fjarlægu landi keisarinn okkur. Og ár hvert voru hann svona árlegu keisaragöngu. Svolítið dálítið áður en gangan kom var bankað á honum. Bing, bang, bang, bang. Opni hurðina allir mínar varðar, sagði keisarinn. Þeir gera það. Ég er kominn að hitta keisarann, sagði ungur maður. Sæll blessaður keisari góður, ég er besti klæðskeri sem hugsast getur. Hann raka og það fyrsta sem keisarinn gerði þegar hann heyrði þetta. Klæðskeri, já herra minn, út er ekinn. Og hann rak gamla klæðskerann. Hann rak hann. Þú drar, takk fyrir. Ég ætla að gera. Og svo sagði hann það að gera hann föt sem var ómóðstæðileg og úr klæðslefni. Og honum vantaði og hann bað geimsteina og alls konar dót til að setja, hann bað alls konar aftur og svo farið núna og kíkið á hvað er klæðskeranum, til að kíkja á klæðskeranum, bara mjög vel það er meira demanda og þetta eru efni og þáttum ekki þér þetta efni, hann er heimskur og gjörsamlega út úr kú. En sjáðu bara. En keisarinn sá náttúrulega neitt. Og hann vildi ekki vera heimskur og út úr kú. Glæsilegt, sagði hann, og hann hélt og klæðskerinn, sem er rauninni bara svikari, byrjaði að halda áfram og loksins voru fötin tilbúin. Keisarinn speglaði sem sagði, glæsilegur er ég, en viltu ekki bara vera með mér og kuska á mig og sjá hvað gerist? Nei, ég þarf að fara. Hann fór með alla demantur og allt gullið sem hann var að setja í efnið. Og daginn kom og keisarinn byrjaði að ganga. Halló þegnar mínir, og allir veifuðu keisaranum. Halló þegnar mínir, halló þegnar mínir, halló þegnar mínir, halló. Svo stóð hann, góðir þegnar, ég keisarinn ykkar er í glæsilegum klæðnaði frá glæsilegum klæðskera. Það var lítill strákur sem sat á öxlum höfuðsum byrjaði að hrópa. Hæ, eru þið algjörlega búin að segja? Sjáið ekki að keisarinn er allsber? Og þann var litli strákurinn heimskur og alveg út úr kú. Nei, keisarinn var nefnilega allsber og svikarinn fann út danga. En keisarinn lét handtakan svipstundu og hann lærði á þessu að aldrei að treysta neinum sem býður manni eitthvað sem ætti að vera ómótstæðilegt, sem er kannski bara ekki neitt.
takk fyrir mig, gleðilega þjóðhátíð, það er svona júni nefnilega, þátturinn, það er snitt, en við sjáumst í næstu viku.